hver var þín upplifun þegar þú fórst Júrun? Hvað komið langt sem þú fórst? Það eru 20 ára næsta ári. 97 fór ég. Og þá voru við bara úti í 7 daga og þetta voru 7 bestu dagar lífs míns í röð. Þú átt alveg þína góðu daga í lífinu, en þetta voru 7 bestu í röð. Því hver einasti dagur var eins og svona lítil sprenging og að fara inn í Eurovision land, þú veist alveg sama hvar það land er á landakortinu þá stundina. Þetta er einstakt, þetta er uník stemning sem þú kemst inn í þarna. Engin leið að útskýra þetta beint nema að hafi farið þangað og ofsalega falleg og mögnuð orka í gangi sem ég get vel skilið að þú verðir háður. Ég get svo skilið þessa aðdáendur sem að fríka út og elta keppnina alveg sama hvar hún er haldin. Og við Íslendingar eigum alveg jafn mikinn séns á að vinna Eurovision eins og hver önnur þjóð. Það er bara að vera að biðja þessar 3 mínútur af fullkomnun. Ég hef ekki uppskriftina að hinu fullkomna poplagi. Af því ef ég hefði þá uppskrift þá væri ég grilljónamæringur núna. Þú veist, það er fullt af fólki að úti sem að myndi drepa fyrir að eiga hittara núna, en bara á það ekki. Er ekki með það. Þannig að eiginlega sem betur fyrir er engin uppskrift til. En hvernig finnst þér íslenska framlagið í ár? Svakalega flott, vel samið lag eins og henni Gretu Salóme von að vísa. Og ég veit líka að, og ég er svo fegin því, að viðhorf hópsins er núna kannski pílundu auglýsi heldur en það hefur verið hingað til. Að þau eru að fara út með heildarpakka. Ekki bara nefnilega fókus á lagið, standa kjör og syngja það í mikrofón eins og hefur verið kannski pínu lenska hjá Íslendingum og næstu í ætlast til þess að Íslendingum að þeir bara standi kjörir og dansi helst ekki neitt. Og leið og Íslendingar fara að gera kröfur eða rugga bátnum eitthvað, þá verður fólk bara hissa að núti. Þannig að hér er komin hópur sem er með tilbúin pakka, ákveðið atriði, þar sem allt þarf að dansa saman. Allt er jafn mikilvægt. Líka grafíkin, líka kamerumúfin. Það er búið að storyboarda þetta eins og það heitir í drasl. Hvert einasta litla, loksins koma Íslendingar með atriði þar sem lagið vissulega þarf að vera svona hryggjasúlan í atriðinu, en svo þarf að koma kjöt á beinin og æðakerfi og það er þessi íslenski hópur með. Ég er mjög fegin þessu.